Takk fyrir þetta. Ég veit ekki hvort ég geti haldið fyrirlesturinn, ég svo full af orku, en ég kannski held hann bara á tvöföldum hraða eftir þessa orkugjöf sem við fengum. Ég ætla að segja ykkur í örstuttu máli frá því hvað við erum að gera í flugklasanum 66 norður. Til þess að gefa ykkur bakgrunninn, þá að rekin að markaðsstöð Norðurlands sem hefur þetta starfsvæði sem þið sjáið hérna á kortinu frá Hrútafirði og yfir á Bakkafjörð. Og við störfum fyrir 160 samstarfsfyrirtæki og 19 sveitarfélög á Norðurlandi. Markmið okkar að koma á reglulegu millilandaflugi Akureyrarflugvöll allt árið. Það að segja að opna nýja gátt í ferðum til Íslands og vinna þar með að dreifingu ferðamanna landið og jafna út árstíðasveifluna. Við erum að vinna klasastarfi með 25 ferðaþjónustuaðilum það bil á Norðurlandi. Þeir sem hafa verið að vinna í klösum hugsa kannski býtu þetta svolítið lítill klasi vegna þess að oft talað að klasastarf þurfi að vera mjög fjölmennt og mjög stórt en þarna við miklu frekar að vinna með öflugum aðilum sem að virkilega taka þátt í starfinu með okkur frá A til Ö. Við erum síðan að vinna með stuðningi 10 sveitarfélaga á Norðurlandi og í mjög góðu samstarfi við Isavia sem að rekur flugvöllinn á Íslandi, atvinnuþróunarfélaginn á Norðurlandi og Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem hefur stutt mjög vel við baki okkur bæði með fjárstuðningi og með vinnuframlagi með okkur. Það sem klasinn að gera að sjálfsögðu að koma á millilandaflugi og þar af leiðandi afla fjármagns til þess að styðja við það, en það sem ég ætla kannski að tala meira þessi forgangsverkefni sem við höfum, sem markaðssetningin á Norðurlandi, þróunarverkefni á þjónustupökkum fyrir ferðamenn og innviði og aðgengi sem við viljum bæta. Af hverju erum við að þessu? Keflavíkurflugvöllur í 4 til 8 klukkutíma akstursfjarlægð frá Norðurlandi, þessu svæði sem við skilgreinum sem Norðurland. Og það ekki nema, við erum ekki að fá nema lítið brot af ferðamönnum sem koma til landsins norður og sérstaklega kannski af vetrinum. Yfir vetratíman erum við að fá 9% gistinátta, á sumrin erum við að fá 42% ferðamanna til okkar. Þannig að við þurfum að breyta innkomuleiðinu vegna þess að það jú svolítið erfitt að komast norður eða vera tryggur með það. Við höfum séð að af þeim sem að lenda á Akureyrarflugvelli þá velja 92% að dveljast á Norðurlandi og þeir eru þá að dvelja þar lengi. Þeir eru að gista hjá okkur í 7 til 8 nætur á meðaltali versus það að þeir eru yfirleitt að gista í 2 nætur ef þeir eru að lenda á Keflavíkurflugvelli. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þróun á svæðinu. Með því að fá fleiri ferðamenn allt árið þá erum við að fjölga heilsársstörfum og þar komum við aftur að þróun og nýsköpun. Þá gerum við fyrirtækjunum kleift að vinna að eflingu starfseminnar, að þróa ný verkefni og ný tækifæri og bæta þjónustu við ferðamenn. Ég með gamla mynd hérna til gamans, við stofnuðum flugklasann 2011 og þá var þetta staðan. Þið sjáu árstíðasveifluna á landsbyggðinni, hversu sumarsúlan miklu stærri heldur vetrarsúlan. Þetta sem betur fyrir að lagast. En þetta það sem við þurfum að breyta með millilandaflugi Akureyrarflugvöll. Það gaman að horfa á hvers vegna ferðamenn koma til Íslands og hvað þeir eru að gera, hvað minnisstæðast hjá þeim. Þið sjáu þarna Bláa lónið trónir efst, náttúra, landslag, matur og veitingastæður, fólk og gesturismi og norðurljós koma síðan þar í röð á eftir. Ef þið horfið á allt landið þá sjáu að þetta eitthvað sem allstaðar í boði. Þess vegna alveg klárt mál að það eftirspurn eftir fleiri ferðamöguleikum landið. Og að því við vorum að tala að googla áðan, googla Ísland, þá held ég að norðurljósin séu googluð þegar menn að leita Íslandi í dag og þess vegna kannski ná Íslandi ekki hærra en monsters og menn. Það sem við erum að gera, það að vinna að kynnisferðum fyrir erlenda og innlenda ferðaskipuleggjendur, fá þá norður og sýna þeim að það sé auðvelt að ferðast svæðið og mikið í boði. Voru til dæmis með stóran hóp danskra ferðaskrifstofa í gærkvöldi hjá okkur. Við erum að vinna mikið með blaðamannaheimsóknir og erum að taka á móti miklum fjölda núna. Og við erum síðan að vinna í klasanum mikið að nýsköpun og vöruþróun með innlendum aðilum, með klasafyrirtækjunum okkar, vinnum þetta með stoðkerfinu og erum að vinna þetta með samstarfi erlendis frá. Þarna höfum við til dæmis unnið að handbók upplifun í ferðaþjónustu, leiðbeiningu fyrir fyrirtæki hvernig þau geta þróa sína þjónustu þannig að ferðamenn upplifi meira og betur. Við höfum verið að vinna að þróun á viðburðum og hvernig þeir eru gerðir fyrir og aðgengilegir fyrir erlenda ferðamenn, hvernig þeir eru síðan kynntir erlendis til þess að draga ferðamenn allt árið. Viðburðnir okkar, kannski ef við horfum 2-3 ár aftur í tíman, voru mikið fókuseraðar á sumrin.
Við erum líka að vinna mikið varðandi framsetningu á efni með ferðaþjónustu fyrirtækjum og búa til efni sem að öll fyrirtæki geta nýtt og þið sjáuð á myndunum mínum þá yfirleitt fólk að upplifa á myndunum versus það að við vorum alltaf með náttúrumyndina og bara með fossinn eða eitthvað annað sem við sýndum. Og við erum síðan að vinna mikið á sjálfsögðu í vegmálum. Allt okkar starf byggir á þessum grunni, kyrrð, orku og töfrum, sem er grunnurinn að ímynd Norðurlands og var eitt af fyrstu verkefnunum okkar að skilgreina það með aðilunum okkar fyrir norðan og ferðamönnum. Öll upplifun þróuð þannig að hún sýni ferðamönnum upp á kyrrð, orku eða töfra eða þetta allt saman. Og við vinnum síðan út frá náttúrunni, sögu og menningu og vetrunum í okkar þróunar- og kynningarstarfi og pökkum allri þjónustu í þessar umbúðir. Við náum árangri með samvinnu, það algjört lykilatriði fyrir okkur, alveg eins og skapandi greinar að við erum með kannski svolítið huglæga starfsemi, við erum ekki að rannsaka frumur eða búa til geimskip eða vélmenni, en við erum með mjög mikla nýsköpun í ferðaþjónustunni sem þjónustugrein og hún þarf á mjög miklum stuðningi að halda núna. Stuðningurinn bæði við að búa til verkefni koma með stað og ekki síður að fylgja þeim eftir. Ég ætla að ljúka þessu með að sýna ykkur annars vegar tímalínuna sem okkar viðburðaskrá og þið getið kíkt á hana á northiceland.is. Þarna sjáu þið viðburði sem að henta og hafa verið skilgreindir fyrir erlenda ferðamenn. Og síðan ætla ég að fá að ljúka þessu með örstuttu myndbandi til þess að sýna ykkur upplifun af Norðurlandi og hvernig við notum energy sem þá orkan okkar svona í víðasta skilningi og fá tæknimannin til að setja það í gang. Honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I'm in my back. Sometime I'm going over here. Sometime, honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I'm in my back. Sometime I'm going over here. Sometime, honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I'm in my back. Sometime I'm going over here. Sometime, honey, come back. Þá þakka ég fyrir mig. Já,